Já, góðan daginn. Ég ætla að kenna framhaldsnám í dönsku og Norðurlandafræði og ég ætla að byrja á Norðurlandafræðinni. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað kunnáttu sína í einu skandinavísku máli sem lykil að grannmálunum tveimur og aukið þannig möguleika sína til hvers konar starfa á norræna málsvæðinu. Nemendur fá innsýn í það sem einkennir norræn þjóðfélög og þróun þeirra, dagleg líf, bókmenntir og menningu. Áhersla er lögð á að nemendur geti nýtt kunnáttu sína í að minnsta kosti einu norrlandamáli til að auðveldast aðhlýða færni í dönsku, norsku, sænsku og nota þau til samskipta á norrænum vettvangi. Aðgangskröfur eru BA, BS-gráða eða samsvarandi menntun, til dæmis á sviði hugvísinda, félagsvísinda, lista eða viðskipta, frá dönskum, finnskum, norskum eða sænskum háskólum í norrænum málum, frá Háskóla Íslands eða frá öðrum háskólum þar sem kennsla hefur farið fram á einu skandinavísku málana. Að umsækjandi hafi numið í einu Norðurlandana og nota dönsku, norsku eða sænsku í námi sína eða hafi staðgóða þekkingu í minnsta kosti einu skandinavísku málana. Í dönskunni eru 3 námsleiðir í meistaranámi. Númer 1 er dönskukennsla, EMMA 120 einingar og leið númer 2 er danska dönsk fræði, 120 einingar. Og númer 3 er danska þýðingar, EMMA 120 einingar. Meistaranám í dönsku kennslu skiptist í 3 hluta. Námskeið í grein, danska á hugvísindasviði, námskeið í uppeldis á kennslufræði á menntavísindasviði og starfsþjálfun. Að námi loknu geta nemendur sótt leyfi til menntamálaráðherra til að nota starfsheitið framhaldsskólakennari. Starfsheitið er lögverndað. Dönskukennsla er 120 eininga nám sem veitir í senn meistaragráðu og réttindi til kennslu dönsku og framhaldsstigi. Námið er skipulagt og kennt í samvinnu við menntavísindasvið. Nemendur taka 60 einingar í kennslufræði, þar af 50 einingar á menntavísindasviði og 10 einingar í mála og menningadeild. Þeir skulu einnig ljúka 60 einingum í dönsku, þar af 60 einingar lokaverkefni. Æskilegt er að taka námskeið í dönsku samhliða námi á menntavísindasviði. Kjarnanámskeið á menntavísindasviði eru 4 10 einingar námskeið. 2 þeirra eru 1 misseris námskeið og 2 eru skipulögð þannig að þau standa í 2 misseri. Á þessum námskeiðin eru lagður grunnur að kennslufræðileg þekkingu, skilningi og færni kennaranema. Nemendur skulu taka kjarnan á fyrra ári námsins en námskeiðum á námsviðum og valnámskeiðum má dreifa á bæði árin. Þá er danska dönsk fræði. Aðgangskröfur er BA-próf í dönsku, að lágmarki 120 einingar og fyrsta einkunn 7,25 veitir aðgang að meistarastigi. Og í meistaranámi er meginmarkmiðið að nemendur ástundi akademisk vinnubrögð og afli sér sérhæfðara fræðilegra þekkingar. Meistaranemar kynnast rannsóknarvinnu af ein raun. Markmiðið með meistaranámi er að nemendur verði færir að vinna sérhæfð störf þar sem reynir á sérfræði þekkingu í dönsku máli, bókmenntum og menningu. Danska og þýðingar, EMMA 120 einingar. Hér eru aðgangskröfur BA-próf með fyrsta einkunn, aftur í tungumálum eða sambærileg próf í annarri grein.
og nemandi skal hafa tekið að minnsta kosti 10 eininga lokaverkefni. Full námsframvinda á einu misseri miðast við 30 einingar. Próf í þýðingafræði veitir rétt til að sækja doktorsnám í þýðingafræði. Meistaranám í þýðingafræði hefur það helst að markmiði að þjálfa þýðendur til starfa sem fræðimenn og þýðendur bókmennta og fræðiteksta. Fyrir hluti náms í þýðingafræðum getur falist í hagnýtu námi í þýðingum. Að jafnaði byggist nám í þýðingafræðum til prófs hins vegar á því að nemandi ljúki hluta námsins á meistarastigi í öðrum greinum hugvísindadeildar eða við skóla erlendis. Þriðjungur námskeiða eða 60 einingar yrði þannig í þýðingafræðum, annar þriðjungur í þýðingatengdu námi í íslensku og sá þriðji í þýðingatengdum námskeiðum í erlendu máli. Nemendur velja námskeið sín í samráði við umsjónarkennara þýðinganámsins. Leyfilegt að meta alltaf 60 einingum í framhaldsnámi í þýðingafræðum og tungumálum við erlenda háskóla inn í nám í þýðingafræðum. Svo fremi að minnsta kosti 20 einingar af heildareiningafjölda gráðu séu teknar í námskeiðum við HÍ. Nemendur skulu hafa samráð við umsjónarkennari í þýðingafræðum það nám við erlenda skóla. Síðan hægt að fara í doktorspróf í dönsku og hér eru aðgangskröfur, rannsóknartengt meistarapróf í dönsku með fyrsta einkunn eða eftir atvikum sambærir próf í annarri tengdri grein. Umsækjandi skal hafa gott vald á dönsku, C1 eða ensku, B1, B2 og doktorsnám í dönsku 3 ára 880 eininga rannsóknartengt framhaldsnám. Nám þar sem nemandinn vinnur sjálfstætt að eigin rannsóknarverkefni, nám til doktorsprófs lítur reglum meistaradoktorsnám á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Og hér á glærunni getið þið séð hvar maður getur spurt nánar námið, framhaldsnámið í dönsku og norðurlandafræði. Takk fyrir mig.